Þá kom að síðasta lið skýrsla bæjarstjóra. Til máls tekur bæjarstjóri Ásthildur Sturludóttir. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Miðvikudaginn 20. október átti ég góðan fund með Jennifer Spence, framkvæmdastjóra vinnuhóps Norðurskautsráðsins sjálfbæra þróun. En Jennifer var í 2 daga á Akureyri í kjölfar hringborðs norðurslóða sem haldið var í Reykjavík. Hún fundaði hér með fjölmörgum aðilum sem tengist hlutverki Akureyrar sem miðstöðvar norðurslóðastarfs á Íslandi. Með okkur Jennifer á fundinum voru Eyþór Björnsson og Elva Gunnlaugsdóttir frá SSRNE og hún Embla. Daginn eftir, fimmtudaginn 21. október, kom í heimsókn til mín í ráðhúsið Írina Sílína frá efnahagsráði Norðurskautsins sem hefur bækistöðvar sínar í Tromsø í Noregi og ræddu við ýmsa möguleika Akureyrar á sviði norðurslóðamála en ekki síður í viðskiptum á norðurslóðum. Seinna sama dag átti ég fund með Haraldi Þorleifssyni sem hefur áhuga á því að koma til Akureyrar með verkefnið Römpum upp Ísland eða Römpum upp Akureyri, en það vakti mikla athygli þegar hann hratt af stað átakinu Römpum upp Reykjavík fyrr á árinu. Föstudaginn 22. október var ég síðan boðið í sjónvarpsviðtal hjá bandaríska fréttamanninum Mike Walter sem var áhugavert í alla staði. Við ræddum heim og geyma en þá ekki síst dásemdir Akureyrar. Þann sama dag var ég í föstudagsþættinum á N4. Mánudaginn 25. október satt ég aðalfund Menningarfélagsins Hofs fyrir hönd Akureyrarbæjar og aðalfund Menningarfélags Akureyrar 3 dögum síðar. Þriðjudaginn 27. október kom vinur Akureyrar, Karl Werner Schulte, færandi hendi og afhendi sveitarfélaginu 50 verðmæt íslensk kort sem bætast við glæsilegt safn fágætra korta sem þau hjónin hafa gefið Akureyrarbæ og verða varðveitt á minjasafninu. Fimmtudaginn 28. október kíkti ég heimsókn til Akureyrarakademíunnar sem hélt upp á 15 ára afmæli sitt þann sama dag. Og loks vil ég geta þess að seinnipartinn í gær hélt velferðarsvið Akureyrarbæjar í samvinnu við Rauða krossinn við Eyjafjörð dálítið samsæti fyrir fólk af erlendum uppruna sem sest hefur að í bænum síðustu misserin. Við Halla Björk og Sólu Björk vorum þar staddar. Það var ákaflega ánægjulegt að hitta þessa nýju bæjarbúa og heyra að flestir þeirra virðast unna hag sínum vel á Akureyri. Annars hafa sem fyrr fundir vegna stjórnsýslubreytinga og sérstaklega fjárhagsáætlunar verið mjög áberandi í dagskránni og hef ég áður gert grein fyrir þeirri vinnu sem þar fer fram. Takk. Þá hefur bæjarstjóri lokið máli sínu og eftirtalda fundagerðir eru lagðar fram til kynningar. Afgreiðslufundur byggingafulltrúa 21. og 28. október. Bæjarráð 21. og 28. október, fræðsluráð 18. október, skipulagsráð 27. október, umhverfis- og mannvirkjaráð 22. október og velferðarráð 20. október og allar þessar fundagerðir má finna á heimasíðu bæjarins og ég segi fundi slitið klukkan 18:08. Takk fyrir góðan fund.